hérna. Arnór Máni Daðason, Andri Þór Helga, Georgi, Bjarni Ófeigur á sínum stað, Elís Þór, Garðar Ingi Sindrason var með fullt af mörkum og sköpuð færi og stóðsendingar, Sveinn Hósi á línunni og Styrmir Máni Arnarsson. Við erum alltaf með besta varnarmann úr HK, en nú voru ekki með Sigga Jeff, heldur Styrmir Mána og þjálfari umferðar Andri Snær Stefánsson sem er búinn að gera frábæra hluti. Já, bara örugglega hingað til þjálfari ársins ef við lítum út frá okkar spám og annarra sérfræðinga, sko, þá er svona hvernig hann hefur breytt umhverfinu hjá KA og búinn að ná í þessi 10 stig, finnst mér frábært. Já, og mér finnst bara heilt yfir áran yfir KA-liðinu, þú veist, bara leik eftir leik. Þú veist, það líka eins og kannski Gunni Maggi að ná kannski með Haukunum. Það sami leikurinn leik eftir leik eftir leik. Þannig að það mikið rós á hann. Og hann ætlaði sér þetta ekki, sko. Hann var mjög seint inn í þetta. Suða vel í honum í sumar til þess að... Hann kanni það. Já. KA hjartað. Leikmaður umferðar. Það Elís Þór Aðalsteinsson, 15 mörk og hann bara allt í öllu í sóknarleik EM. Hann var stórkostlegur og eiginlega bara hvet alla til að skoða hann að leika aftur ef þeir eru ekki búin að sjá hann, því að þetta er bara þvílíkt gaman að sjá svona leikmenn sem hann með eiginlega allan pakkan. Hann getur hoppað upp, hann getur farið á milli, hann með auga fyrir línunni. Þvílíkur leikmaður. Bara efasemdirnar í kringum IBF-liðið í sumar voru hvernig verður hægri vængur. Hann er búinn að vera langbesti leikmaður í IBF og bara besti leikmaður í deildinni. Einn af 5 bestu, 3 bestu í deildinni? Já, ekki spurning. Ekki spurning, sko. Stórkostlegur. Meiri háttar frammistaða hjá Elís það sem af